María var ósköp venjuleg stúlka sem bjó í borginni Nasaret. Hún bjó hjá foreldrum sínum en var heitbundin á nafnum manni Jósef. Einn daginn óvænt vitjar engla Maríu. Ég er með skilaboð til þín frá Guði. Mundu vera þunguð, barn þitt verður sonur Guðs. Ég er svo Guði. Og Maríu var þunguð, þá bar það til frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Allir íbúar ríkisins skiptu skrá sín manntalið þeirra borgaði bæ þeir áttu ættir fyrir að reka til. Fóru þá allir til að láta skrásetja sín hver sinna borgar. Fjölskylda Jósefs úr Galíleu var komin af Davíð konungi. Þess vegna varð hann að fara til Betlehem, þorpsins þar sem Davíð fæddist. Þangað fór hann ásamt Maríu heitkonu sinni. Þau náðu áfangastað sínum og hvergi hægt að fá gistingunni með fjárhúsinu við gistihúsið. Þessa nótt fæddi hún þá son sinn, frumgetinn, vafði hann í reifum og lagði hann í jötu. Úti í haganum í grenndinni voru fjárhús sem vöktu við fésinu. Nóttin var dimm og allt var kyrrt og hljótt, en skyndilega ljómaði skært ljós. Engill drottins stóð hjá og dýr drottins ljómaði í kringum á, en urðu þeir mjög hræddir og engillinn sagði við þá. Var englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Þín sé Guð í upphæðum og friður á jörðum mönnum sem hann hefur velt okkur á. Og englarnir voru farnir frá þeim til himnis, sagði himnari hver við annan: Við skulum fara að rafleiðast í Betlehem og sjá þennan atburð sem drottinn hefur fundið frá. Og þeir fóru með skyndi og fundu bæði Maríu, Jósef og ungbarnið liggjandi í jötunni. En þegar þeir sáu barnið skýrðu þeir frá því sem talað hafi verið við þá barn þetta. Þeir sneru aftur út í hagann, sögðu þeir það öllum sem á vegi þeirra urðu frá barninu í jötunni. Frelsarnir fæddir, frelsarnir fæddir.
komu til Jerúsalem ókunnugir gestir, menn sem rannsökuðu stjörnurnar, vitringar frá fjarlægum Austurlöndum. Þessi nýfæddi konungur hefur séð stjörnur hans austur frá og er kominn langar veg til að veita honum lotning gjöf. Þeir héldu áfram ferð sinni til Betlehem og þar féll ljómi frá stjörnuskær á lítið hús. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið ásamt Maríu móður þess og féllu fram og veittu því lotningu. Þeir opnuðu fjárhirslur sínar og bærðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru.